spurningum í lokin eða? Jú, það getum ekki. Ertu að byrja? Já. Komið sæl. Ég heiti Anna-Leif og ég ætla að kynna hana Evu hér inn sem fyrirlesara dagsins. Eva verkefnastjóri sýninga hér hjá Þjóðminjasafninu og hún ætlar að fjalla mannamyndasafnið en nú stendur einmitt yfir sýning með sama nafni hér í myndasal og ég ætla bara að leyfa Evu að kynna efnið sjálf sem hún ætlar að fjalla Gjörðu svo vel. Takk fyrir Anna-Leif. Góðan daginn. Eins og Anna-Leif sagði, þá í myndasalnum núna sýning sem heitir Mannamyndasafnið. Og þar eru gripir og myndir sem sýna fólk og hver og einn gripur hefur sína sögu. Og ég ætla að segja ykkur nokkrar af þessum sögum hérna í dag. Það nefnilega þannig að við undirbúning sýninga þá kemur ýmislegt áhugavert í ljós. Það á bara ekki síst við Mannamyndasafnið út af því að þar eru ríflega 400 gripir. Gripir og myndir. Sumt allt vitað, annað bara alls ekki neitt. Það voru ýmsar sögur og svona skemmtilega staðreyndir sem komu upp á yfirborðið þegar við vorum að vinna sýninguna. Og það rötuðu ekkert allar endilega inn á sýninguna sjálfa. Ég ætla aðeins að byrja á því að segja ykkur hvað Mannamyndasafnið Sýningin ber nefnilega sama heiti og safnheild í Ljósmyndasafni Íslands. Myndirnar og gripirnar sem eru í Mannamyndasafninu eiga eitt sameiginlegt, það að sýna fólk. En það líka eina skilyrði fyrir því að mynd eða gripur sé gjaldgengt í Mannamyndasafnið. Safnkosturinn þess vegna mjög fjölbreyttur. Þetta eru málverk, prentaðar myndir, ljósmyndir, lágmyndir, brjóstmyndir, útsaumaðar myndir og passamyndir svo eitthvað sé talið. Fyrsta myndin sem ég ætla að fjalla af henni Benedikte Martinette Arnesen Kall, danskri skáldkonu. Og myndin sýnir hana á hestbaki í Lækjargötunni. Á 19. öld komst í tísku meðal erlendra ferðamanna að láta taka mynd af sér með fararskjótanum sem það ferðaðist landið á. Það sem sést ekki á sýningunni baklið myndarinnar. En þar hefur Benedikte skrifað lítið svona gaman kvæði sem hún hefur væntanlega sjálf samið. Það hljómar svona. Et lille bitte billede på dette kort skillet af henne, som nu drager bort, hvis tid blevet alt for kort, men som i 1000 glade minder når vej til Ísland aftur finna. Og þar fyrir neðan stuttur texti tilefni myndarinnar. Hún var tekin til minningar reiðtúr að Esjunni 30. ágúst 1875. Og mér finnst mjög líklegt að þessi mynd hafi verið notuð sem póstkort eða einhvers konar kveðja, hugsanlega til einhvers vinar sem var jafnvel með í ferðinni að Esjunni. Við vitum samt ekki hver viðtakandinn var, en eins og þið sjáið það hefur miði með safnnúmerinu verið límdur þarna yfir það sem mögulega kemur nafn viðtakandans fram, en einhver tímann kannski lyftum við nú þessum miða og kíkjum betur á þetta. Og næst það mynd af honum Borgþóri Jósefssyni sem var bæjargjaldkeri. Myndin af honum á sýningunni undir þemanu viðstatt en fjarri. Þar fjallað þessar ljósmyndir, þar sem aðrar ljósmyndir eru hafðar með. Ástæðan fyrir því líklega svo að undir lok 19. aldar og í byrjun 20. aldar var það nú kannski ekkert á allra færi að láta taka mynd af sér og tækifærin buðust kannski ekkert endilega hvenær sem sérstaklega út á landi. Og ef einhver gat ekki verið með á mynd,
þá var kannski bara brugðið á það ráð að bara hafa gamla mynd af viðkomandi með á myndinni og þannig var kannski hægt líka að sýna væntumþykju eða eitthvað svoleiðis við þá sem að gátu ekki verið með við þetta tilefni. Á myndinni af honum Borgþóri eru einmitt nokkra myndir en það ýmislegt annað líka og þessi uppstilling, hún örugglega engin tilviljun. Þarna hefur verið stilt upp skrifborði fyrir myndatökuna og alls konar hlutum verið raðað á borðið. Og við skulum svona aðeins að rýna í það hvað hann Borgþór vill koma til skila með þessari mynd. Einhverjum kynnisklæðnaður þarna á honum. Já, þetta er svona merki Oddfellow stúkunar, svona boðungur og það er einmitt Oddfellow merki hér. Svo sjáum við dagatal. Þetta var 30. ágúst 1885. Svo eru 3 myndir. Ein af prúðklæddri konu. Mér finnst mjög líklegt að þetta sé brúðarkjól, þannig að ég ætla að geta mig til að þetta sé brúðarmynd af eiginkonu hans. Og hér er önnur mynd af konu, mögulega eiginkonan líka. Og hérna fyrir ofan er stúlkubarn, dóttirinn. Og einmitt það eru hérna Oddfellow merkin og svo á borðinu er útsaumaður dúkur. Kannski eiginkonan hafi saumað hann. Svo heldur Borgþór á bók. Þannig að það sem ég les út úr þessari mynd er að hann hafi viljað draga það fram að hann væri stoltur fjölskyldumaður. Hann er bókneigður. Hann er virtur í Oddfellow stúkunni, þar sem hann á boðung og merki. Og hann á mögulega handlagna eiginkonu sem er mjög góð í útsaumi. En það má alveg geta þess líka að þessi rammi hérna vakti svolítið athygli mína, svona eins og listmálara palletta. En þessi, ég hef séð hann að ramma á fleiri myndum og hann er held ég á fleiri myndum á mannamyndasýningunni. Þannig að þetta hefur kannski verið eitthvað svona tískuvara á þessum tíma. Já, það. Og er hann gamall? Já, hann er líka þess að sveitum tíma, já. Já, en skemmtilegt. Svo eru það skreyttar umgerðir. Það er hægt að ljá myndunum svona annan brag og jafnvel tjá einhverja væntumþykju eða koma einhverjum eiginleikum viðkomandi eða myndefnisins á framfæri með því að setja myndir í skreytta ramma og við erum einmitt með einn þannig flokk á sýningunni. Fyrsta myndin hérna er af barni með hund og umhverfis hefur verið búið til svona skreyti sem minnir svolítið á blúndur. Skrautið er úr hárum hundsins og það var amma barnsins sem að bjó til þessa skreytingu til minningar ferfætlingin. Og svo hérna er svolítið sérstakur rammi. Hann er gerður úr trjárót og myndin er af Sigurði Guðmundsinni. Hann var trésmiður. Þannig að ramminn hefur líklega verið gerður til að draga fram hans atvinnu og kannski áhugamál. Og svo er það líklega skrautlegasta myndin á sýningunni. Þetta er hún Guðrún Jónsdóttir og hún saumaði sjálf þennan silkidúk sem er umhverfis myndina. Við sjáum hérna íslenska fánan í hornunum og svona ýmis önnur merki, stjörnur og svona. Og hún saumaði þennan dúk sjálf úr svona silkibútum þrátt fyrir að hafa þjáðst af liðagigt frá unga aldri. Þannig að hún lagði sig sérstaklega fram þetta. Það er einn rammi á sýningunni sem sýnir bara hendur. Þetta eru vinnugögn listamannsins Richard Lee af fyrirsætum vaxmynda. Og hann bjó til vaxmyndirnar sem voru safngripirnir í vaxmyndasafni Óskars Halldórssonar og var stofnað árið 1951.
Þetta vaxmyndasafn núna varðveitt í Þjóðminjasafni Íslands og það getur nú kannski einhverju munað eftir vaxmyndunum á grunnsýningu safnsins fyrir síðustu aldamót. En myndirnar af höndunum sem voru notaðar í stúdíuna fyrir vaxmyndirnar, þær eru varðveittar í Mannamyndasafninu og dregnar fram við þetta tilefni. Mér datt nú í huga að það væri gaman að sýna afraksturinn. Þetta eru hendur Ólafs Thors og svo hér komin vaxmyndin sem var gerð eftir þessum höndum, eftir þessari mynd meðal annars. Það eru nokkuð margar brjóstmyndir á sýningunni. Meðal annars 2 brjóstmyndir af Kristjáni X, Danakonungi og Alexandrínu drottningu, eiginkonu hans. Þetta eru gifsafsteypur í svona nokkurn veginn raunstærð og á stöplinum eru fangamerk hvort sem sig, A hjá Alexandrínu og CX hjá Kristjáni. Og svo krýnt yfir, með svona kóróna yfir merkinu. Þegar við byrjuðum að vinna sýninguna, vissum við svo sem voða lítið þessar myndir fyrir utan af hverjum þær voru. En við nánari eftirgrennslan kom í ljós að það eru til 2 pör af samskonar brjóstmyndum úr marmara í Kaupmannahöfn. Annað er í herbergi Kristjáns VII í Kristjánsborgarhöll, en hitt er í borðstofunni í Konunglega safninu í Amalienborg í Kaupmannahöfn. Og það er borðstofan sem að þau Kristján og Alexandrínu létu innrétta og hún er ennþá í þeirri mynd sem hún var á þeirra tíma. Þið sjáu hérna, þetta er borðstofan og hérna eru marmara stytturnar í sitthvorum glugganum. Það er önnur brjóstmynd af konungi á sýningunni. Hún er hérna til hliðar, öllu minni og í allt öðrum stíl. Hún sýnir Kristján VII. Hún er 26 cm á hæð og skorin úr furu, líklega rekavið. Það var Jón Níelsson bóndi á Grænavatni við Steingrímsfjörð sem bjó til þessa mynd á fyrri hluta 19. aldar. Hún er svona skemmtilegu virðingavottur við konung þó hún sé úr öllu svona hversdagslegri efnivið en marmaramyndirnar af Kristjáni X og Alexandrínu sem við sáum áðan. Og þessi er gerð af áhugamanni en ekki lærðum listamanni. Það má segja að færslan í sarpi, skráningarfærslan við þennan grip sé svolítið barn síns tíma, enda langt síðan að þessi gripur barst í safnið. Hún endar á þessum orðum: má heita vel skorið af ólærðum manni. Mér finnst bara óskaplega sæt og svona skemmtilegu virðingavottur við konung. Upphaflega þá stóð til að lágmynd af Jóni Ólafssyni stæði stök á sýningunni undir sér þema og fengi svona meira pláss og lengri texta með sér. En það er nú bara svoleiðis eins og stundum er og okkur langaði að sýna of margt en salurinn var of lítill. Þannig að lágmyndin fékk bara sess með öðrum lágmyndum á veggnum. En hún sker sig svolítið úr frá hinum út af því hún er úr tré. En aðrar lágmyndir eru úr ýmist leir eða einhverjum málmblöndum. En þessi Jón var stúdent úr Skálholtsskóla 1848 og lauk prófi í lögfræði frá Kaupmannahafnarháskóla 1758. Og sama ár var hann skipaður varalögmaður. Með konungsbréfi frá 16. maí 1760 var Jóni boðið að semja frumvarp til nýrrar íslenskrar lögbókar. Og hann vann að henni eða gerð hennar til dauðadags þó hann léki henni ekki. Og Jón var sagður fjölkunnugur og fengi hann ekki það sem hann vildi, gæti hann náði fram með því að senda mönnum draug eða gera þeim galdraviður.
Þessi lágmynd barst Þjóðminjasafninu í lok árs 1896 frá Landsbókasafni í skiptum fyrir bækur og handrit ásamt nokkrum myndum eftir Sæmund Hólm. En lágmyndin er ekki eina útgáfa myndarinnar sem er varðveitt í Ljósmyndasafni Íslands. Einhverjum hefur nefnilega þótt tilefni til þess að láta mynda lágmyndina. Og það allavega ein myndin er tekin af Sigfúsi Eymundssyni og glerplatan, þessi hér, hún er einmitt varðveitt í Ljósmyndasafninu líka. Og svo hafa verið gerð 4 visitspjöld eftir þessari glerplötu og allavega 2 þeirra eru merkt Sigfúsi. Svo er 1 visitspjöld til viðbótar sem sýnir lágmyndina beint framan á. En við vitum ekki þessi glerplata hefur ekki varðvist, eða allavega ekki hjá okkur. Og við vitum svo sem ekki hver tók þá mynd. En þetta er einmitt svona frekar óvinnlegt að taka mynd af svona grip. Það hafi verið gert á þessum tíma. Í Mannamyndasafninu eru varðveittar 14 teikningar sem skera sig svolítið frá öðrum út af því að þær eru gerðar með rauðri krít. Það sýna alla karlmenn nema ein sem er á konu, Rannveigu Filipusardóttur. Svo eru 2 í sama stíl en þær eru gerðar með blýi. Flestar eru teikningarnar með ártali frá 1784 til 1814. Og listamaðurinn var Sæmundur Magnússon Hólm. Sæmundur var einmitt fyrsti Íslendingurinn til þess að nema við Kunstakademíuna í Kaupmannahöfn. Honum vegnaði vel í skólanum og fékk ýmis verðlaun, meðal annars fyrir að finna upp gljápappír sem hann fékk svo einkaleyfi fyrir. Til að sjá sér farborða á námsárunum málaði Sæmundur öfgakendar landslagsmyndir og ímyndaðar fornminjar fyrir Otto Tott greifa. Og hann afritaði handrit fyrir Peter Frederik Schum og er Snorra Edda til að mynda varðveitt með hendi Sæmundar. Myndir eftir hann eru einnig að finna í ferðabók Ólafs Ólafíusar frá 1775 til 1777. Sæmundur varð svo seinna prestur að Helgafelli á Snæfellsnesi frá 1789 til 1819. Hann þótti sérlindaður og átti ítrekkuðum útistöðum við embættismenn, presta og kirkjuyfirvöld. Þrátt fyrir það var hann vel liðinn í sókninni. Bjarni Thorarensen skrifaði eftirmæli Sæmund þegar hann lést 1821. Þau bera með sér að Sæmundur átti ekki alltaf samleið með samtíðarmönnum sínum. Þau hljóma svona. Því var Sæmundur á sinni jarðreisu oft í urð hrakinn, út úr götu, því hann batt eigi bagga sína sömu hnútum og samferðamenn. Á sýningunni eru 4 myndir eftir Sæmund. Á þeirri minnstu, sem er hérna til hægri, er skrifað neðst Delinn S.M. Hólm 1. sept 1803. Þegar myndin barst Þjóðminjasafninu, snemma á 20. öldinni, fylgdu þar upplýsingar að myndin væri af Sæmundi sjálfu. Margir hafa nú þó dregið það í efa og segja áreitunina einfaldlega þýða að myndin hafi verið teiknuð af Sæmundi Hólm 1. september 1803. Það er ekkert ósennilegt því að Sæmundur merkti nokkrar aðrar myndir með svipuðum hætti. Það er til dæmis þessi mynd hérna af Guðmundi Péturssyni. Þar stendur Delinn S.M. Hólm 1788, 17. des. Svo er það Páll Hjálmarsson, rektor Hólaskóla. Þar stendur Delinn S.M. Hólm 24. jan 1789. Og af Magnúsi Ketilssyni, sýslumanni S.M. Hólm 1802. Hver ætli maðurinn sé þá, ef ekki Sæmundur sjálfur? Það er eiginlega óvíst að þeirri spurningu verði nokkuð tíma svarað. Og hvað skildi þetta Delinn standa fyrir? Ég hef allavega ekki fundið svörin við því ennþá. Þrátt fyrir að safnkostur Ljósmyndasafns Íslands sé geymdur við kjöraðstæður, eru myndirnar í ýmiss konar ástandi enda flestar komnar til ára sinna. Þegar ákveðið var að sýna málverki af Þorbjörgu Þórarinsdóttur sem Arngrímur Gíslason málaði 1880,
var tækifæri nýtt og myndin var lagfærð og hreinsuð. Kristín Gísladóttir forvörður sá það. Óhreinandi voru hreinsuð af yfirborðinu, stríin var strektur, lausar sprungur og málningaflugur festar og dæld á myndin löguð. Þið sjáið hérna, þetta ljósmynd af myndinni tekin fyrir meðferð forvarðar og þið sjáið hvað hún svona svolítið, það svona óhreinindi á yfirborði myndarinnar. En hér búið að hreinsa myndina og allar línur verða skarpari og litirnir svona, líka svolítið skýrari. Og að lokum þá tók ég svona til gamans saman upplýsingar það fólk sem kemur oftar en einu sinni fyrir á sýningunni. Þetta eru yfirleitt fyrirmenni í íslensku samfélagi, enda var það ekki á allra færi að láta gera af sér mynd. Og karlarnir, þeir eru fleiri en konurnar. Jón Sigurðsson, hann hefur vinninginn, en 7 myndir af honum á sýningunni, þar af 1 brjóstmynd og 1 lágmynd. Það kemur svo sem ekkert á óvart að Jón hafi ratað svona oft á sýninguna því hann var mjög duglegur að láta gera af sér myndir og láta mynda sig. Það voru gefnar út myndir af honum og hafði það til sölu og þær náðu svo miklum vinsældum að mynd af Jóni hékk á mörgum, ef ekki flestum bæjum landsins undir lok 19. aldar og í upphafi þeirrar 20. Þess til vitnis má segja frá erlendu mönnunum sem höfðu farið landið sumarið 1873 sem þekktu Jón tilsýndar þegar þeir sátu á næsta kirkjubekk við hann í brúðkaupi í Dómkirkjunni, því þeir höfðu séð mynd hans svo víða á ferðum sínum landið. Næstur á listanum Guðbrandur Þorláksson, hann kemur fyrir 6 sinnum á sýningunni. Það svo sem ekkert að undra því að einn flokkurinn fjallar einmitt prentaða myndir af honum og þar eru 5 myndir sýndar. En svo einnig prentmyndaklysja, prentmót úr blýi á sýningunni með mynd hans. Sá þriðji Sveinn Björnsson, fyrsti forseti lýðveldisins. Hann kemur fyrir 5 sinnum. Til sýnis eru brjóstmynd í raunstærð, prentmót með mynd hans, ljósmynd af honum í einkennisklæðnaði, ljósmynd frá bernsku hans þar sem sýnir hann og systkin hans og lokum mynd af íþróttahóp sem hann tilheyrði sem barn. Þannig að þetta mjög fjölbreytt. Aðrir sem eru hérna á listanum eru Jónas Hallgrímsson, Hannes Hafstein, Jón Jónasson sem gaf nokkrar myndir til mannamyndasafnsins þegar farið var í söfnunarátak árið 1920. Sömuleiðis hann Brynjólfur Hermann Bjarnason. Þess vegna lenda þeir hér inni. Eina konan sem á listanum Þóra Melsteð. Það ein daggarótýpa af Þóru frá því að hún var ung kona. Og svo brjóstmynd af henni síðar á lífsleiðinni. Hann Borgþór rataði inn 2 sinnum með boðunginn. Halldór Laxness kemur fyrir 2, einu sinni við Lincoln-bifreiðina sína og einu sinni hendur hans fyrir Vaxmyndasafnið. Og hann Hallgrímur Baldi Hallgrímsson sem lést á stríðsárunum á sjó. Hann kemur fyrir 2, það ein passamynd af honum. Og svo hann líka í þeim myndum sem var safnað af sæfarendum sem létust á þessum árum. Þóra Melsteð, hún hérna, ekki svo Þóra Melsteð sem var ástfangin við Jónasi Hallgrímssyni. Já, svo sagt. Já, en þá kemur þetta Daguerre, það þýðir þá að hún farin til Danmörku. Já, þessi myndi... Það var aldrei tekin einn Daguerre mynd hérna heim? Nei, daggarótýpur voru ekki teknar á Íslandi, þannig að þessi myndi tekin einmitt í Kaupmannahöfn. En vonandi hafa þessar frásagnir vakið svolítið forvitni ykkar og áhuga á sýningunni. Fyrir þá sem þyrstir í meira, þá langar mig að benda á SARP sem menningarsögulegur gagnagrunnur sem söfn landsins skrá safnkostin í. SARPur aðgengilegur hverjum sem á vefslóðinni sarpur.is. Þar má fletta upp gripum eftir safnnúmeri. Langi mann að vita meira einhvern ákveðin grip.
Það er hægt að skoða nýjustu færslurnar sem söfnin hafa sett inn, afmarka sig við ákveðina gerð af safnkosti, leita innan ákveðin safns eða skoða vefsýningar. Þjóðminjasafnið vinnur hörðum höndum á því að gera safnkost sinn aðgengilegan í sarpi og það er til að mynda hægt að skoða stóran hluta mannamyndasafnsins en það eru auðvitað bara brot af mannamyndasafninu til sýnis núna í salnum. Þá er hægt að leita að skammstöfuninni MMS bandstrygg og þá er hægt að fá upp alls konar þann safnkost sem er skráður í mannamyndasafnið. En öll safnnúmerin sem eru í mannamyndasafninu byrja á þessari skammstöfun. Ég ætla að enda þetta í dag á fyrstu myndinni sem var skráð í mannamyndasafnið og hefur skráninganúmerið MMS1. Þetta er nefnilega merkilega nokk mynd af konu, en þær eru í minnihluta í mannamyndasafninu. Þetta er Ingibjörg Benediktsdóttir. Það ætla ég bara að þakka fyrir mig. Það er spurning, eru einhverjar spurningar? Já. Ég tala bara hátt eftir. Kannski biðum að setja í, tala í mikrofóninn svo að þeir sem eru að horfa á streymið heyri líka. Þakka þér kærlega fyrir hennar mjög áhugasama fyrirlestur. Kannski ástæðan fyrir að ég er að koma hérna er það að ég á í fórum mínum bréfasafn og myndasafn frá svona 1880 til 1930 og það að við höfum í huga á að setja þetta í Þjóðminjasafnið eða myndasafnið og ég er svo heppinn að það er búið að skrifa öll nöfn viðkomandi á myndirnar á bakvið. Þannig að það er þess verðmætara. En hvað líður langur tími í raun og veru frá því að safnið kemur til ykkar og það sé hægt að setja þetta yfir á netið því að við höfum alltaf áhuga á því að við höfum ennþá aðgang að þessu. Já, það er nú svolítið erfitt fyrir mig að svara þessu þar sem að hluti af mínum störfum er ekki að skrá einmitt í sarp. Já, ég held að það fari bara svolítið eftir svona ýmsu en það er unnið hörðum höndum að því að skrá í sarp en það er náttúrulega ofboðslega mikið verk framöndan en ég bara hvetið eindregið til þess að tala við kollega mína í ljósmyndasafninu. Mun ábyggilega gera það. Já. Já, þá ætla ég bara að þakka fyrir mig og segja útsendingunni lokið. Við erum endilega velkomin inn í sal að skoða Já, ég ætla endilega að fara. Ég verði hérna inni núna svona næsta korter. Já, heiðislegt.